Ég heiti Viðar og kenni eðlisfræði við Flensborg. Við ætlum að skoða hvernig þyngdarkrafturinn verkar hérna þegar við erum með hnetti á hringbraut aðra hnetti út í geimi, og við vitum að sá kraftur sem þarf til að halda hlut á hringhreyfingu, hann er massi, svona hraðin í öðru veldi, deilt með radíus hringhreyfingarinnar. Þetta er reyndar hægt að skrifa fallegar með hornhraðanum, massi sinnum hornhraði í öðru veldi og sinnum radíus hringhreyfingarinnar. Þennan kraft fær hnötturinn eða tunglið úr þyngdarkrafti frá þeim hnetti sem það snýst í kringum. Og þetta er kraftalögmálið hans Newtons, eða aðdráttarlögmálið hans Newtons, og við getum sagt að úr því að tunglið er þarna á hringbrautinni, þá getum við jafna þeim saman miðsóknarkraftinum og þyngdarkraftinum, og þar með erum við komið með þessa jöfnu hér. Við getum nú stytt út massan og við getum margfalda með radíus í öðru veldi, sem að þýðir að við erum komið með omega í öðru sinnum radíus í þriðja er jafnt og þyngdarfastin g sinnum massi hnattarins. Í hringhreyfingunni þá er heill hringur 360 gráður eða mældur í radíunum 2π radíanar. Og ef heill hringur tekur tíman t, þá getum við sagt að hornhraðinn er þá þetta bógmál 2π deilt með þeim tíma sem það tekur að fara hringinn. Og þá erum við komin með í staðinn fyrir omega í öðru, þá fáum við þetta hérna 2π deilt með t og það í öðru veldi. Ef við margföldum upp úr þeim sviga, þá fáum við 4π í öðru deilt með t í öðru og það sinnum r í þriðja jafnt og g sinnum stóra m. Ef við deilum nú báðum megin með 4π í öðru, þá fáum við akkurat þriðja lögmál Keplers, radíus í þriðja deilt með umferðartímanum í öðru sama sem g sinnum m deilt með 4π öðru. Svo getum við að lokum skoðað hvernig kemur nú þyngdin inn í þetta. Þungi er jú jafnt og massi sem er þyngdarhröðun. Þyngdarhröðunin g, hún er þungi deilt með massa, og úr því að þungin er g sinnum m deilt með r í öðru, og svo deilum við með massanum upp í það, styttum massan út, þá erum við komin með formúlu fyrir þyngdarsvið sem að heitir g er jafnt og stóra g sinnum stóri massi hnattarins deilt með radíus hringringar í öðru veldi. Og þá getum við skoðað sýnidæmið. Við ætlum að athuga hver er hornhraði geimfarsins. Þá getum við í fyrsta lagi sagt þyngdarkrafturinn, hann er g sinnum litla m sinnum stóra m deilt með radíus hringringarinnar í öðru veldi, en krafturinn, hann er líka miðsóknarkrafturinn sem að er skrifaður með hornhraðanum m sinnum omega í öðru sinnum r. Þetta tvennt er jafn stórt, svo við getum sagt að g sinnum litla m sinnum stóra m deilt með r í öðru er jafnt og m sinnum omega í öðru sinnum r. Nú getum við stytt út í fyrsta lagi m-ið og svo einangrum við omega og fáum að g sinnum stóra m, svo deilum við reyndar með r-inu, þannig að við fáum r í þriðja veldi hérna undir striki, og það er
omega í öðru veldi. Nú að taka kvadratrót báðum megin eyðir öðru veldinu og þar með erum við komin með omega í fyrsta veldi. Setjum inn í þetta tölurnar. Alheims þyngdarfastinn 6,67 sinnum 10 í mínus 11. Massi jarðar 5,97 sinnum 10 í 24 kílógramm. Og svo deilum við upp í þetta með radíus hringhreyfingarinnar. En gervitunglið í 300 km hæð og það eru 300 sinnum 10 í 3 metrar. Að auki hérna radíus jarðar 6370 kílómetrar, svo það er 10 þriðja líka, og allt þetta á að vera í þriðja veldi. Og ég er búinn að reikna út að þetta muni vera 0,00158 í einingunni radianar á sekundu. Þetta er náttúrulega mjög huggulegt að skrifa sem milliradiana eða 1,58 milliradiana á sekundu. Þetta er fyrsta svarið okkar. Næst skulum við kíkja á hver er tíminn sem það tekur að fara einn hring í kringum jörðu. Og þá getum við dregið fram hérna þekkinguna að heill hringur, hann er 360 gráður en skrifaður í radíunum. Heill hringur 2 pi radianar. Og ef við vitum nú hversu marga radiana við förum á hverju sekundu, þá getum við líka reikna hvaða tíma það tekur að fara 2 pi radianar. Svo við segjum hérna, ég ætla að skrifa þetta hér á íslensku, bogmál deilt með hornhraða. Og við setjum núna tölurnar inn. Bogmálið í heilum hring 2 pi og hornhraði 0,00158 og þetta gefur okkur tíman 5424 sekundur. Þessu er svo sem hægt að breyta í mínútur og segja þetta svona það byrja 90,4 mínútur eða þetta er það byrja 1,5 klukkustund. Öll þessi svör eru góð og gild. Þá skulum við snúa okkur hérna að hraða geimfarsins á þessum stað. Þá grípum við til sambandsins á milli hraða og hornhraða og það er vaff sama sem omega sinnum r. Einfaldra verður það nú ekki og við setjum inn í þetta tölurnar okkar. Í fyrsta lagi vitum við að hornhraðinn var 0,0158 en við vitum líka að radíus hringhreyfingarinnar er samanlagður hæð yfir jörðu 300 kilometrarnir og radíus jarðar 6370 og útkoman úr þessu er 7724 metrar á sekundu. Það er náttúrulega huggulegt að skrifa þetta bara sem það bil 7,7 kílómetra á sekundu. Þetta er ofsalegur hraði. Þá skoðum við þyngdarsviðið og þyngdarsviðið það er þetta litla g hérna. G er sama sem krafturinn sem að jörðin togar í gervitunglið deilt með massa gervitunglsins.
og við vitum að þyngdarlögmálið Newtons virkar hér, að krafturinn sem að jörðin að toga í geimfari með, það stóra G, litla m, stóra M, deilt með fjarlægðinni til massamiðjunnar í öðru veldi og svo deilum við með m-i. Eins og áðan getum við stytt m-ið út og það þýðir að við fáum svona einfalda formúlu: þyngdarfastin stóra G, massi jarðar og deilt með fjarlægðinni út í gervitunglið frá massamiðju jarðar. Þetta eru 6,67 sinni 10 í mínus 11, massi jarðar 5,97 sinni 10 í 24 kílógramm og fjarlægðin út í gervitunglið á þessum stað, það eru 300 kílómetrarnir pluss radíus jarðar 6370 í þriðja veldi og allt saman þetta í öðru veldi. Og nú megum við búast við því að fá tölu sem eitthvað lægri heldur en þessi venjulegi 9,82 sem við erum að nota, enda kemur það í ljós, þetta 8,95. Ef við skoðum nú einingarnar, þá verður þetta hérna upp á strikinu Newton og hérna deilt með kílógrammum. Svo við skulum bara skrifa það, þetta Newton deilt með kílógrammum. En Newton deilt með kílógrammum bara nákvæmlega sama eining eins og metrar á sekundi í öðru sem okkar venjulega þyngdarhröðun. Svo hvort svarið sem bara full gilt. Nú kanntu nógu mikið til þess að fara í æfingadæmin og 2 af þeim munu koma lítið breytt á næsta örprófi samkvæmt áætlun. Gangi þér vel.